Hvar eru við stödd? Við erum stödd hérna bara inn í Kjarnafæði þar sem lögunardeildin og pylsusbrautun. Og pylsusbrautun, og hvað er að gerast hérna? Hérna verða að laga pylsur, eins og sjáum á hérna. Hérna er kjötunarmextarinn að blanda kjöti, fitu og ýmsum efnum saman. Og úr þessu verða svo kallar heimilispylsur, setur á vatn cirka. Það er oftast í þessu pylsutegundum eru svona 5–20% að vatni. Eftir því hvaða tegundum maður er að vinna. Og svona svona pylsutegundur þeir eru alþekktar ellendis frá því að menn voru að tróðust í garnir hérna í Evrópu og reyndar hérna Asíuríkjunum. Hvað er vinsælast? Af öllu sem þú ert búin að vera að framleiða hvað í 40 ár? 30 ár. 30 ár. Hvað er vinsælast? Ég held að ömmu saltkjötsfarsi sé kannski einna hvað er vinsælast. Það er alveg ótrúlegt hvað er selstæði, enda er það gömul uppskrift. Hún er gróf, það er svona gróft fast með litlu vatnsinnihaldi. Þetta eru þykkar bollur og það eru ótrúlega góðar soðnar með kartöflustöppu og káljarni og fitu, alveg sælgert. Ég held að það sé vinsælast, en hitt er að mála, við erum með margar pylsutegundir, gífurlega margar. Við erum með bratwurst og kielbasa og pólskar pylsur. Ég get sagt þetta eins og við nefnum kielbasa. Það voru kielbasa pylsur, þær eru með 93% kjöt og fitu innihaldi. Pólskar pylsur eru með 87% fitu og kjöt innihaldi. Þessar pylsur eru með meira vatnsinnihaldi og meira fitu innihaldi. Þessar hefðbundnu gömlu, en pylsa og pylsa er ekki það sama. Og til dæmis eftir að fólk voru að koma frá Evrópu og Ameríku búið að búa erlendis, þá er mikil aukning á pylsu át á Íslandi. Fólk er ekki farið að líta á þetta sem einhvers konar hallærislega mat. Það voru pylsur sem voru framleiddar á Íslandi áður fyrir, það var alveg bara þessi tegund og kannski einhver útfærslar út í, þá kannski reikna metlistér eða eitthvað slíkt sko. En þetta er alveg orðið gjörbreytt. Nú eru 25.000 útlendingar hér á Íslandi. Eru þið að framleiða hluta til vörutegundir sem hafa raunar bara orðið til með þörfinni við það að þetta fólk kom til lands? Já, má segja það. Og ekki, ég vil líka þakka því hvað mikið af Íslendingum er búið að dvelja erlendis, til dæmis að til náms og bara búið til með vinnu og annað. Það eru þetta mikil hefð fyrir pylsu og áti. Og ég vil þakka það aðalega, en síðan ekki hvað síst eins og þú ætti að segja með þessum erlendu vinnuafli sem komið til Íslands. Það er vant þessu og gleym ekki ferðamanninu. Heyrðu, Þjóðverji til dæmis, hvað gerir hann? Hvað borðar hann? Þú sérð hann bak við margar verslanir sem hann borðar pylsur kaldar, bara með brauði og vatni. Þetta er það sem hann kannski fer ekki endilega veitingahús og það er stór aukning á þessum pylsum, sérstaklega þessum bratwurstpylsum, kielbasa-pylsum og hvað það nú heitir það saman yfir sumartímann, yfir á ferðamanntímann. Hvað er það að framleiða og markaðssetja margar tegundir í dag? Allt og margar. Ég held að við séum með 700–800 númer. 700–800? Já, ég held að 700 númer séu við. Þetta er algjör hebreska. Og þú getur ímyndað um það, bara eitt lambalæri. Það er kannski skipt upp í 30 flokka. Af því þessi var fótt á svona, hefur fótt á hinsegin og allir hafa rétt hér síns. Og við erum að reyna auðvitað að þjónust á það. Af því allir vilja fótt á svona, við erum að beygja okkur að sveigja eftir einhvern margar vill fara í sinni. Og það er svo margar útfærslu til að sama hlut. Fyrir utan pylsunar, sem þú segir, hvað er til dæmis, ég er svona hangikjöt, Kjarnafæðis hangikjöt fíkinn og svo er einhverjir aðrir sem að vilja eitthvað ham eða hvað sem það er. Hvað er þið á degi hverjum að framleiða mesta? Ég held að sé nú, svona á ásgrundvelli, þá held ég að stærsti vöruliðurinn okkar í framleiðslu sé þetta svokallaða heiðða kryddaða lambalæri. Það er alveg allt árið sem við erum að selja alveg svakalegt magn af því og hvort heldur sé sumar eða vetur. Það sé stærsti vöruliðurinn okkar. En
sko, hangikjöti, svo varst að nefna það, sko, öll þróun í matvælaiðnaði. Ég er búinn að vera í matvælaframleiðslu í 40 ár. Við erum búin að reka Kjarnafæði við bræður í 30 ár. Og öll, sko, það er alveg svakaleg þróun sem átt sér stað í bara vöru þróun, til dæmis frá því sem ég lærði. Og til dagsins í dag að það er orðið sko bara eins og svartsjóri hvítt og hvítt orðið svart, það er rosa mikil umbreyting. Þessi vél hérna, þetta er hamborgarvél, hún framleiðir hamborgara þessi. Og hún bara slær það alveg stöðugt út. Hún er enga stund að framleiða, ég veit ekki hvað framleiðir marga á mínútu, sko, ég bara manna ekki, en hún er enga stund. Við getum stillt það hvort alveg 120 gramma, 130, 140, 150, bara fer eftir mótornum. Er þetta kryddaði með Kjarnafæðarkryddi eða er þetta bara hreint tært kjöt? Hamborgarar? Já. Bara hreint kjöt. Bara hreint kjöt? Já, en við getum líka keypt í þessari vel buff. Við getum líka keypt í henni til dæmis karbúnaði, það er að segja sko einhverja lagaða vöru eða hakk með kryddi og annað og með raspi og móta það líka þessari, við getum það. En hún er langmest notuð bara fyrir hreint hakk sem verður þá algjörlega hamborgararúr, sko. Þetta eru alvöru pylsur hér. Ég segi þetta eru alvöru pylsur. Feitkottu? Já. Sko, það heyrðist sem ég talaði ekki. Já. Hérna sjáum við áleggshníf. Þetta er áleggshnífur og hann er 19,5 metrar á lengd. 19,5 metrar á lengd? Já, 19,5 metrar á lengd. Þessi vél er nánast ný. Hún er á eða hálfsársgömul og hann er rosalega fullkominn. Það er að segja við stillum bara hvað hann vill skera margar sneiðar, hver sneið á að vera þung. Já. Og hann raðar þessu saman hvort þessi í punktum eins og núna verið að skera þarna eða hvort þetta sem er að hann raðar þessi bref líka og ef það kemur einhver önnur þyngd en á að vera á þessu þá fer hún hingað upp á efri bandið og tekur það svo aftur niður þess að stilla það. Og þarna þegar við erum að gera þetta til þess að mannshöndi komið sem minnst við þetta. Og það er líka þannig svolítið skemmtilegt með hnífa þess að ef hann er búið með eina pylsu þá sækir hann næstu og mátar það saman. Tekur það til hliðara sem ekki passar og mátar sneiðarnar saman og leggur það saman og keyrir það út. Þetta er auðvitað mikið mekkana. Svona verkfæri þetta kostar sitt. Svona verkfæri kostar sitt, já. Þetta er hluti af því sem við fengum þegar þið fluttuð hingað. Já, og settuðu upp nýja verksmiðju. Já, þetta komst engan veginn fyrir bara í húsinu hjá okkur á Akureyri. Þetta var það má segja að hafa verið barnsins tíma. Hérna þannig við sáum við skinku. Svona hérna lítur hún út. Svona kemur hún á formunum. Svo fer þetta hérna í pökkun. Þetta er að fara í svokallega gaspökkun, ekki rétt hjá mér. Þetta er gaspökkun. Og eitthvað hefur nú skeið hérna. Það farið svokallega gaspökkun og svo fer það hérna í gegnum lokunina. Hérna. Og kemur svo út hvernig. Hérna er lokunin og hérna er vakúmið þegar verið er að loftdraga. Og hérna fer þetta svo í svokallaða verðmerkingu. Þetta er vél sem sér að verðmerkja. Þegar það er í bréfi, já. Þetta er fyrir einhver vötunauti sem verður að skera núna, þannig að hún verðmerkjar það ekki. Hérna til dæmis, hérna hefur verið að skera svínarúrpylsu, hérna er hún gössuð. Sjáum við það er loft hérna inn í þessu og setja hreint gas inn í þetta. Eða gasblöndur eftir að sagt. Svona kemur þetta út úr sauðunni. Svona er gengið frá þessu, sko, þið sjáu hérna er rekjaleikinn á þessu, þetta er lota, þetta er allt saman sko, allt saman eftir rekjaleika og svona upprunalega merkt og þetta er að fylgja alveg þannig að þetta er að passa allt saman, þannig að þetta ruglist nú ekki á milli. Hvað er hérna? Hérna er einhvers konar, þetta er skal ég segja ykkur léttreikt skinka, hringlaga. Sem er að fara í mötuneyti eða búð eða veitingastæði eða eitthvað? Já, veitingastæði og mötuneyti mikið.
Já, léttri skinka heitir þetta hérna og hérna lotan á sig, já, það er rétt. Já. Og svo er þetta bara svona koll af kolli. Grísa hamburgerarhryggur hérna. Sýnist mér, hann kemur svona bara, þá ætti að taka utan á honum. Hann sem sagt er varinn og sem sagt net utan á honum, svo er bara tekið burt og sneitt niður. Já. Svo sjáum við, allt með lotu. Já. Hér er verið að úrbeina hrossakjöt. Hrossakjöt, já. Já, við endum oftast daginn á því að úrbeina hross eða fólaut. Eða fólaut. Já, til það, við endum daginn á því. Já. Og hérna, sko, hrossakjöt... Hver er munurinn á hefðinni að borða hrossakjöt sunnan heiða eða norðan? Já, sko, hrossakjöt í Reykjavík er vinsælt. Mjög vinsælt. Það er vinsælt? Já, seljið þið hrossakjöt? Mjög mikið suður. Og ég get sagt þér af hverju. Ástæðan fyrir því að hrossakjöt er rétt að sagt fóldakjöt, selst svona mikið í Reykjavík. Það er út af því að þegar að fólk voru að flytja mölin í gamla daga, þá var það peningalaust, eða peningalítið. Og þá var fóldakjöt og hrossakjöt mjög ódýr matur, sem það er reyndar í dag þó það eitthvað hækkar eins og fóldakjöti. Það var mjög ódýr matur og fólki á mölunni vandist því að borða fóldakjöt og kunna meta gæðin í því. Síðan bara fóru alast upp kynslóðu sem fannst þetta gott, en þetta er þetta svo myrkt og fín matur og til þess að gera sko mjög heilnæmur matur, þannig að í Reykjavík, Hafnarfirði, Kópavogi, þá er hrossakjöt og fóldakjöt, sérlega fóldakjöt mjög vinsælt. En sko, hrossakjöt og Akureyri, hérna á Norðurlandi, er mjög vinsælt líka. Fólk er alið upp að borða hross hérna, en svo getur það að fara eins og Vestfirði, þar borðar nánast engin hross eða fólaut, ekki svolítið sérkennilegt, það skiptist eftir landshlutum. Pabbi sem var fæddur á Hjaltiri og alinn upp hér og afi og amma ráku hér veitingahús og annað fram á dauðans dag. Þetta er ekki aldrei hugsað sér að borða hrossakjöt. Aldrei, bara ekki. Nei. Og ég hef vert þetta frá honum, ég hef fengið forálda mörbrað sem að það við mennið geta sagt mér að það væri nautamörbrað með bennesós ég hef aldrei bátt á það. Nei, en það er dilli við því bara? Nei, ég bara... En langar ekki í þetta eitthvað? Já, ég skil hvort. Já, það er eitt af ég var að velta fyrir mér på hversu mikið hrossakjöt hvort hún breyttist eftir landshlutum. Já. Sko, það er betri vöðvarnir í hrossinu, svo finnst lundin eða mörbröðin og filér, hryggvöðvinn sem hann er hérna með borðinu, þetta er hryggvöðvinn. Þetta er orðið mjög vinsæl steik, rosalega vinsæl steik. Fólk er farið að nota þetta bara í eðalsteikur og er ekkert farið að skamma sín að hafa hross og fólaut. Þetta er bara fínn matur og bara flottur matur. Bara þetta gamla hefðbundna gúllas eða sko, má segja að arftaki þetta svokallaði gúllas sé svokallaði þinnur. Þinnur, já. Sko, hrossaþinnur, nautaþinnur, lambaþinnur, svínaþinnur. Það skerum við þetta vel þarna sem hann stendur við maðurinn þarna. Það skerum við þessa þinnur þarna. Og þetta er miklu svona fingarðara og getur notað þetta í miklu svona fjölbreyttari rétti. Þú nota þetta austurlenska rétti, þú nota þetta sem gúllas, þú nota þetta allavega útfært. Þetta er miklu meirara, þetta er minni bitar. Og já, ég hef ekkert aðra nafngifti yfir þetta en þinnur. Og þá er ekki þessi svona kökkull undir tönni eins og kannski er með gúllasi. Eða aðra smásteik. Já, þetta er í svona... Þetta er bara þunnan sneiða? Já, bara örþunnar, bara rifið niður örþunnar sneiða sem við kallum þinnur. Eru farin að selja þó nokkuð af þessu, nautaþinnur og svínaþinnur. Og er sem sagt, má segja, arftaki gúllasins einhverju lautu. Herru, við ætlum koma hérna þá. Hérna er úrbeina lambaþampartur sem er að fara í mötuneyti. Nýr úrbeina lambaþampartur, mjög góður matur og vannmetir matur. Hugsa þér eins og útfærsluna á hennan lambaflampa sko. Í gamla daga var það bara sagan niður nánast í súpukjöt. En í dag sko er fara að taka þetta þennan lambsbó sem er verið að úrbeina þarna. Það er úrbeina þetta lambsbóa hérna á þessum tveimur borðum. Við erum farin að taka þetta og við erum farin að gera það þannig að gera þetta sneiðfast. Sneiðfast, þannig að þetta klofnar ekki eins sundur. Við erum farin að setja alls konar brauð í þetta. Til dæmis, hérna skal ég segja ykkur, hérna svona með svona barbecue, piparblöndu, heiðakryddað og sem sagt útfærslan á þessu er svo margvíst
margþætt með hvernig þetta var og svo eru hérna góðsteikur, úr þessu verður til dæmis lambaribæ, úr þessu verður lambarpræn, úr þessum kemur hérna bósteikjá, þannig að útfærslan er óendanlega orðin. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. B&T er þú vilt vera viss. Kaupfélag Skagfirðinga er bakhjarl í héraði með fjölbreytta þjónustu í Skagfirðingabúð á Sauðárkróki, Varmahlíð, Hofsósi og Ketilási í Fljótum. Vitais augnvítamín er samsetning með tilliti til augnbotnahörnunar. Nú er vítamínið með endurbættri formúlu sem gerir það enn betra en áður, fæst í apótekum. Massey Ferguson, vinsælasta dráttarvélin á Íslandi frá upphafi. Jötunvélar, Selfossi og Akureyri, traustir í 10 ár. Hótel Grímsborgir við Sogið býður upp á lúxusgistingu í fallegu umhverfi íslenskra náttúru, nýtt og glæsilegt veitingahús, opið alla daga fyrir gesti og gangandi, grímsborgir.is. Bridgestone loftbóludekkin, hljóðlát, vistvæn, örugg, toppdekk í vetraraksturinn, Vetragrip Guðrúnatún 4 533 39 99. Reyktur og grafinn eðallax fyrir hátíðarstundir. Eðalfiskur EHF, Sólbakka 4, Borgarnesi. Eðalfiskur.is. Allir litir regnbogans í Glowey. Ótrúlegt úrval af silkisnúrum, flottum perum og íhlutum til ljósagerðar. Glowey gerir lífið bjartara. Mjúkís ársins 2014 frá Kjörís er Cookies. Kjörís, komdu þér í mjúkin. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Hérna sem sagt fer fram, hérna er reik og suða og hér sem sagt er þessi númer skápar númer 4, 5 og 6. Það eru svokallar kaldreykingaskápar. Kaldreykinga? Já, kaldreykingaskápar sem þýðir það að hérna er inni verið að reykja Já, hérna inni verið að reykja rúllupylsu, segir hann. Aha. Hérna. Og er þetta kaldur reykur eða hvað? Já. Þetta er kaldur reykur. Já. Mér sýnist nú þetta að vera hangjálegg. Þetta er sem sagt ekki rúllupylsa, þetta er hangjálegg, sýnist mér. Uppáhaldið mitt. Já, já. Lokaðu ykkur minni. Ég verð ekki með allavega 1 lampa á ári. Og þið sjáið að hann sígur þarna úr hérna reykhólfinu. Já. Þar sígur hann reykinn og kemur hérna inn í þetta rör hérna, reykurinn. Dælt hérna inn. Og þetta sem sagt verður, þegar búið að reykja þetta, þá fer þetta í forma og verður soðið sem hangjálegg. Já. Hvernig við loka þessu hérna? Pepperoni. Pepperoni, segir hann. Opnaðu þess? Er það ekki hann Pálmi sem lesin að þá auglýsingu, Pepperoni auglýsinguna? Vistu að ég bara veit það ekki alveg það. Já, ég veit, þú spilaði hann á IRL. Þarna er pepperoni, já. Hérna er pepperoni, já. Og þetta er líka kaldreykt. Það er að segja, hérna er viss blanda af sæi. Já. Og þetta má ekki fara, sko, mikið, yfir ákveðið hitastig, svo þetta verði ekki hérna bara, renni ekki saman eða myrni. Já. Svo verður þetta sett í vél og sneiðir það niður og pakkar því og... Þetta verður sett í vél, já, í vélina sem við sáum áðan. Já. Og sneitt niður. Og sneitt niður. Já, já. Og inn í þessu skápunum... Það er sama vélun og við sáum skinkuna að koma úr. Já, passa. Hún sker þetta allt niður. Já. Og síðan er sem sagt pilsur og pilsur og aðri búðingar. Þeir eru sem sagt reyktir í þessum skápum hérna og þessum þarna. Já. Það er reykt í þeim. Og hérna, það er svokallar heitreikingaskápur. Já.
það held ég. Heimilispylsur. Heimilispylsur sem við sáum áðan að vera að koma úr sprautuninni, löguninni og sprautuninni. Þær eru að fara hérna inn núna. Og þar sáum við að það eru 2 vagnar hérna inni. Já. Og nú stillir bara hann prógrammið. Já. Og hérna, þetta verður þá til aftur eftir svona 1,5 tíma. Já. Tilbúið til. Já, semst þetta fyrir þurrkun fyrst. Já. Svo fer þetta í reikinn og svo í suðuna. Já. Tilbúið. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna aðeins. Sjáu þið hérna. Þegar varan kemur úr suðu og reyking og annað, semst þegar búið að sjóða hana, þá fer hún hingað inn. Hingað inn. Og fer svo þaðan inn í pökkun. Öll právara sem kemur hérna úr framöllunni, sem fer að pakka, hún fer hérna inn í þennan hernagang. Og fer svo hérna inn í pökkun. Og afgreiðslu. Og síðan fer það þaðan aftur inn í afgreiðsluna. Hérna til dæmis sjáum við hefðbundinn mat, hefðbundinn íslenska mat sem er ofboðslega góður. Þetta er reykt forlátakjöt. Reykt forlátakjöt. Þetta sem hversdagsmatur, þið finnst þetta ekki gott, en þetta sem hversdagsmatur er sælgæti. Ég var í sveit í Hvammi í Vatnsdal og borðaði reykt forlátakjöt 3 í viku. Já, og fekk nóg. Og fekk aldrei nóg. Þú fekk aldrei nóg, það er virkið. Ok. Getum við pakkað hérna einhverju? Það verður að pakka allt hægt. Já. Það getur þetta allt hægt. Þetta hvert einasta rými er allt hægt. Allir mismunandi hitastigi. Hérna sjáum við, hérna verður að pakka þessi vel hérna til dæmis. Hún er eiginlega ný þessi og við getum pakkað í henni 1000 lærum á klukkutíma. 1000 lærum á klukkutíma. Og 1000 tryggjum á klukkutíma. Það er þvílík afkastageta og þetta er alveg bylting eftir að við fengum þessa vel. Og svo er þetta pakkar á mörgu öðru. Og hérna eru vélar sem er að pakka líka, sem við sjáum. Hérna er verið að pakka bæjóniskinku. Þarna. Og þarna er verið að pakka svo reyktu fólandi sem við sáum áðan. Er það sett í fristi? Í kæli. Í kæli? Já. Við erum bara söguna hálffrosið niður, þannig að þess að fyrir ekki begja flísar. Þannig gerum við þetta. Það er alltaf að hugsa allt út. Bæjarið kemur svona út, sko. Já. Þarna sjáum við bæjarskinkuna. Hún kemur svona. Og hérna er verið að pakka hvað? Reykt fólat. Hérna er reykt fólat, svona. Svona kemur það, já. Svona kemur það út. Svona. Og svo er þetta bara soðið með hvítri sósu og grænum bönum. Og grænum bönum. Og rauðkáli. Á rauðkáli. Já, sjóða þetta vel. Sjóða þetta vel, það verði svona, þú veist, svona hálf lengt Ég er ekki að fara að sjóða þetta. Nei, ég veit það, ég er bara að segja þetta. Þeir sem gera það. Já, þeir sem gera það. Heyrðu, komið þið hérna svo. Og hérna er unnið alla sólarhringinn við að verðmerkja. Alla sólarhringinn? Alla sólarhringinn. Það er bara vaktaskipti. Og hérna, maður sjá hvað er með hérna, hvað er að verðmerkja? Hérna, þessa stundina er verið að verðmerkja hvað? Mínútusteikur. Rosalega fína steikur. Sem hafa verið að koma úr þessu skurðarhý sem var sýningur á það. Og þetta er bara tilbúið beint á pönnuna. Bara létt steikja þetta. Svaka fínt matur maður. Nú hérna er svo bara lager. Hérna er bara lager sem er annarkvæmt að fara í verðmerkingu eða er komin úr verðmerkingu. Þetta er bara að fara, þeir eru ekki haft undan. Þetta er semst næturvakti sem má taka þetta í gegn og eftir. Og hérna sjáum við sko ýmsar útfærslur. Þetta hérna til dæmis er hérna sjáum við sko margar útfærslur. Þetta hérna er svoköldu pizzuskinka. Þetta er pizsuskinka. Hérna sjáum við sko pepperoni hérna. Og hérna sjáum við
og hérna líka sko pizzu skinka, bara stærri, bara önnur útfærsla. Þetta svona bara spurning hvað veitingastæðin vilja. Er pizzu þjónusta orðin stór þáttur hjá? Já, mjög. Já, við erum mjög stórir, myndi ég segja, í þjónustu við svona veitingageira. Mötuneyti og veitingageira. Hérna til dæmis sjáum við sko þetta, hérna er þetta hefðbundna saltkjöt. Við vorum að spyrja með áðan hangikjötsverkun og annað. Sko öll þessi þróun í framleiðslu, hún hefur á sér stað þannig að það er alltaf verið að lina á reik, það er verið að lina á söltun og gera þetta alltaf mildara og hollara. Ég get sagt ykkur það, eins og með þetta lambasaltkjöt, það er ekki meira saltskorið inn í þessu heldur en bara þú saltar lambarginn heima hjá þér. Já, meina það? Það er ekkert meira salt. Þannig að þú mátt borða þetta og til dæmis hugsa þér, lambasaltkjöt þarf ekkert endilega að borða sem bara með baunum eða slíku. Lambasaltkjötið soðið bara með til dæmis kartöflustöppu og rófustöppu eða þá að hafa uppstú með og rófur og svo kannski grænmetisjafning eins og það gera, þá ertu komið allt annan mat, allt annan útfærslu og þykir öllu gott. Aðalatriðið er að sjóða þetta pínu vel. En svo sé, það er verið að draga úr kryddi, salti og öðrum sem að menn segja sé heilsusamlega. Já, það er það sem við höfum lagt alveg gífurlega mikla áherslu á. Við erum búin að standa í matarframleiðslu í 40 ár. Á verðanauðsynni þannig að maður, fyrst þegar maður er að byrja að vinna, þá pælum við því hvernig get ég grætt. Svo þarf maður að hugsa hvernig get ég og þú grætt. Nú er hugsunum miklu meira, og ég meina frá hjartanu, nú er hugsunum miklu meira þannig hvernig getur mannkynið grætt á mér eða okkur, við sem er að framleiða matvæli. Það er vegna þess að það er bara heljarins ábyrgðar hluti að framleiða matvæli. Það er heljarins ábyrgðar hluti og það er ekki sama hvernig það er gert. Og maður er að vera einfaldlega engan veginn saman með það hvað fólk er að setja onni sig. Við erum að gera okkar bestið eins og við getum og ég veit að íslensku framleiðendur almennt gera það. Við til dæmis viljum ekki vera að dæla einhverjum efnum í þetta út og söður. Og ég hef oft sagt að þegar menn eru búin að fara á námskeið erlendis sem við sendum kannski 2-3 ári, þeir kom oft þessu efnafræðingar tilbaka og maður þarf bara að halda aftur af því sko, því það er til svo mikil urmölla sem hægt er að gera en maður þarf að ganga varlega gleðina dyr þar. Svo mikið víst. Hvað með, ég meina nú eru til, þegar sláturtíðin er að hefja 2000 tonn og einhver var að segja að það er 250 tonnum meira heldur en var í fyrra af því þá er lélegra grillsuma núna. Ég meina þetta eru 14.000 lömb af rétt tæpum 600.000. Þannig að í raun og veru fréttin sem var búin til að það væri eitthvað fjall af lambakjöti óselt, það hefur engin rökast í það. Þetta er bara eðlilegt byrjað það. Já, þetta hefur verið þekkt á milli ára 8 tíðum og þetta byrja sláturtíðin byrja svona alveg kringum miðjan september, þá er nú talsveit gengið á þetta. Nú menn kannski finna sér markaði ellendis fyrir kannski frampartan eða eitthvað og þá gengur nú hitt bara vel upp. Ég held að ég hygg að það sé talsveit mikið umframmagn af frampartnum af þessum byrðum sem upp eru gefnar. Það er svona mín tilfinning. Hvað eru þið eitthvað í útflutningi eða alfarið að sinna erlendu markaði? Við erum langmest að sinna þessu íslenska markaði og við erum alltaf að senda eitthvað ellendis, alltaf hend, en það er ekkert endalaust pröfusendingar, við erum að senda til Færeyja þó nokkuð, saltkjöt og þetta hefðbundu vörur, rúllupylsur og eins og allir eru að gera, en inn á aðra marka, þetta er alveg brota því sem við erum að senda til Þýskalands og eitthvað, við erum aðeins að senda aðeins til Danmörkur, aðeins til Svíþjóðar, en þetta er ekki í neinu magni. Því miður. Þið eru ekki með útflutningsdeild? Nei, við erum ekki með útflutningsdeild, við erum með öll leyfi og allt þess áttar, en sko, það verður útflutningur, hann verður, spurning bara hvenar og hvað menn hafi mikið bara þolinmæði að bíða eftir því. Það er alveg klárt mál, það verður. Bjartframandi hefur Kjarnafæði, stöðu og aukning, nýjar aðalstöðvar, fullt af nýjum græjum. Já, þetta er, það er bjartframöndan held ég hjá okkur, í Kjarnafæði, en hitt er ekkert lögum mál. Ef við getum sagt í svona fyrirtæki sem Kjarnafæði sem er svona miðlungsstórt matvælafyrirtæki á svona, meirúsku fyrirtæki svona með íslenska mælikvarða, að fyrirtæki sem er að framleiða matvæli eins og Kjarnafæði, þetta er ekki gróðrarmaskína, síður en svo, maður er bara þakkar alltaf sköpuninni fyrir eftir hvert áramót að maður sleppi. Það er ekkert meira en þetta.
sko, einhvern veginn bara, kannski fer maður ekki fram á meira. Hvað ferði í gegnum marga lambaskrokka á ári? Við erum með svona 1000 til 1100 tonn af lambakjöti á ári. Á ári? Á ári, já. Já, rétt 100 tonn á mánuði? Já, rétt 100 tonn á mánuði, sem er okkar skammtur.